Góðan dag. Í dag er fimmtudagurinn 15. janúar árið 2026 og settur er fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er aukafundur hjá bæjarstjórn sem er tilkominn vegna þess að síðasta reglulega fundi bæjarstjórnar var ákveðið að fresta afgreiðslu allra mála sem á dagskrá þess fundar voru yfir á þennan fund sem við erum hér stödd á. Þannig að hér liggur fyrir dagskrá með samtals 20 fundarliðum í dag. Mættir eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar: Einar Brandsson, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Líf Ossi Skarstað, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Halli Sveinsson og Valgarður Lyngdal Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig situr fundinn Guðmann Magnússon, varabæjarfulltrúi, í fjarveru bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar. Og þá sitja fundinn Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og sér Steinar ritun fundargerðar. Við göngum til dagskrár og fyrsti dagskrárliður málsnúmer 26010485, eigendanefnd Orkuveitunar erindisbréf, en bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 18. desember síðastliðinn að tilnefna Jóhann Þórðarsson, endurskoðanda, og Steinar Adolfsson, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem fulltrúa Akraneskaupstaðar í eigendanefnd samkvæmt samanber fyrirliggjandi erindisbréf. Og erindisbréfið sjálft er hér í fundargögnum. Þannig að ég gef orðið laust þennan fundarlið. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá biður þá sem að samþykkja erindisbréfið og skipan þeirra Jóhanns Þórðarssonar og Steinars Adolfssonar í eigendanefndina fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Þeir sem samþykkja það gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundarliður málsnúmer 26010486, fjárhagsáætlun 2025 viðaukar, og hér er að ræða viðauka númer 14 við fjárhagsáætlun ársins 2025 sem bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 18. desember síðastliðinn og vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn hefur ekki áhrif á rekstrar niðurstöðu ársins, sem í öllum tilfellum er færslu fjármagns á milli liða að ræða. Og orðið er laust viðauka númer 14. Það óskar enginn eftir að ræða hann, þá biður þá sem samþykkja viðauka númer 14 við fjárhagsáætlun ársins 2025 að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður, málsnúmer 26010531, Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili, viðauki númer 3 við fjárhagsáætlun Höfða, sem að verður þá viðauki númer 15 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar ársins 2025. Bæjarráð samþykkti
þennan viðauka á fundi sínum þann 18. desember 2025 og vísa hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Og orðið laust viðauka númer 15 við fjárhagsáætlun 2025. Það óskar enginn eftir að ræða hann. Þessi samþykkja viðaukan gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórði fundarliður, málsnúmer 2601-0497, langtímaveikindi starfsmanna 2025, veikindapottur. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 18. desember 2025 úthlutun fjármuna vegna kostnaðar stofnana Akranskaupstaðar við afleysingar vegna veikindaforfalla starfsmanna á árinu 2025. Viðauka númer 16 vegna ráðstöfunarinnar og vísar hér málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar. Úthlutunin tekur til tímabilsins 1. júlí til og með 31. desember 2025 nam samtals krónum 47.786.215. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 16 að þeirri fjárhæð og ráðstöfuninni yrði mætt af liðum 31.830 46.20. Þar eru 38,2 rúmlega af þessum 47,8, 31.840 46.10. Þar eru 8,5 og 20830 1691 krónur 286.012 og auknar tekjur standa undir 733.483 krónum af upphæðinni. Viðbótar fjármagn fært á viðkomandi tegundarlykla á hverja stofnun fyrir sig samkvæmt skiptingu í samanber fylgiskjal sem í fundagögnum. Samtals hefur þá verið úthlutað vegna afleysinga vegna veikindaforfalla á árinu 2025 krónum 107.500.203. En fyrri hluti ársins 2025 var sem sagt 59,7 milljónir rúmar. Til samanburðar þá var úthlutun vegna ársins 2024 samtals krónur 87.344.124. Orðið laust veikindapott og viðauka númer 16. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Þar orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Við erum að ræða hér veikindapott sem að við höfum verið að ræða áður og erum að sjá þar sem við erum líka að sjá hjá öðrum sveitarfélögum og hinu opinbera, það að aukast veikindi á þessum stöðum og þetta auðvitað stórmál fyrir okkur. Bæði auðvitað það þannig eins og tölumegin, það sem við verðum að tala hér hvað þetta þýðir fyrir okkur og við séum að bóka hérna inn ákveðna viðauka, en svo það auðvitað bara þetta með hvers konar starfsumhverfi við erum að bjóða upp á. Við höfum nú og samþykktum í síðastliðið sumar viðverustefnu eða stefnu farsælt starfsumhverfi. Auðvitað kemur slík stefna til að því að við erum að vinna akkurat á þessu meðal annars og ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að við séum að skoða þetta, hvernig við getum gert, hvað við getum gert betur, við séum að reyna að skilja þessi veikindi, hvernig þau koma til og já, hvers eðlis þau eru. Af því að við náttúrulega auðvitað viljum leggja ríka áherslu á farsælt starfsfólks, af því að við vitum að það farsælt starfsfólk sem veitir góða þjónustu. Þannig að ég bara, eins og ég segi, við kannski erum ekki farin að sjá strax afraksturinn af því að hafa tekið upp þessa stefnu og vera að fara í þessa vinnu, en það eitthvað sem við munum áfram leggja áherslu á og verður áhugavert þegar við verðum komin með samanburðartíma sem hægt að skoða þá í samanburði við fyrir þá þessa stefnu.
En ég bind allavega vonir við hana og það líka með þetta eins og annað, maður þarf að vera sífellir skoðun hvað við getum gert betur og leita leiða til þess. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og orðið laust, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég kem og deili áhyggjum sem bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom hérna með undir þessu máli. Það er áhyggjuefni að sjá að langtímaveikindi starfsmanna okkar sé að aukast svona gríðarlega mikið á milli ára. Þetta er 23% aukning sem hlýtur að teljast alveg rosalega mikið. En svo er mikilvægt að við hugsum líka og munum það að við sem erum hér inni og sýslum með tölur og upphæðir alla daga, að bak við þessar tölur eru náttúrulega bara fólk. Og mér hefur verið tíðrætt það að við erum náttúrulega þeirra rekandi og við þurfum að hugsa hvað það er í okkar starfsumhverfi sem er að orsaka þetta. Þannig að ég er sammála því að við þurfum að skoða þetta vel og vandlega og stórauka náttúrulega bara í úrræði til handa okkar starfsfólks og styrkja mannauðsdeildina og allt þetta og bara öll verkfæri sem við höfum til þess að koma í veg fyrir svona. Því á sama tíma og langtímaveikindin eru aukast, þá eru skammtímaveikindin líka mikil. Og það er eitthvað sem við þurfum líka að sjá hvað er að orsaka það og því að allt sem heitir bara flensa og eitthvað svoleiðis, það er náttúrulega bara alveg skiljanlegt en skammtímaveikindi eru oft ansið þungur róður líka, þannig að við þurfum að aðeins að spýta í og hugsa vel starffólki okkar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ég vil kannski bara svona koma því á framfæri að þetta er vissulega 23% aukning á kostnaði bæjarins vegna veikindaforfalla, en hluti af þeirri aukningu er þetta bara launaþróun, þetta er ekki allt bara aukning á veikindum, en launaþróunin hefur vissulega ekki verið 23%, þannig að það er ég tek undir það sem hér hefur verið sagt að það er áhyggjuefni hvað sem því líður, hvað sem tölunum líður, þá er áhyggjuefni að veikindi eru að aukast og við þurfum í auknum mæli að standa straum af því að leysa fólk af sem stendur í veikindum. Það sem hér er til afgreiðslu er þá sem sagt viðauki nr. 16 vegna þessar ráðstöfunar, viðauki nr. 16 við fjárhagsáætlun Akraneskautsstaðar 2025. Þessi samþykkja viðauka nr. 16 gjör svo gefa merki. Já, fyrirgefðu, ég var kannski aðeins og fljótur. Er eitthvað sem að vil taka til máls áður en við göngum til afgreiðslu málsins? Það er enginn, þá þeir sem samþykkja viðauka nr. 16 gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundaliður, málsnúmer 2601 0502, styrkir til lækkunar fasteignagjalda 2025. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 18. desember 2025 úthlutun styrkja til greiðslu fasteignagjalda, viðauka nr. 17 og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Þar sem að ég er sjálfur í félagsskap sem að sækir þennan styrk, að þá ætla ég að fá að víkja af fundi og óska eftir því að varaforseti leysi mig af hér við fundastjórn.
skildi þetta bara eftir svona. Einhver sem gerir athugasemd við það að forseti vor víki? En sem sagt þetta var og 5. liður styrkur til lækkunar fasteignagjalda og mál númer 26.01.05.02 og bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 18. desember 2025 úthlutun styrkja til greiðslu fasteignagjalda viðauki númer 17 vegna þessa og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust og það Líf Ósa Skarðsdal sem fær orðið gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að fá að víkja úr sal líkt og kollegi minn Valgarður Lyngdal. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúar Líf Ósa Skarðsdal vill víkja líka. Einhver sem gerir athugasemd við það? Svo ekki. Þannig að orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að forseti ber þá upp viðauka númer 17 og þeir sem samþykkja viðauka númer 17 eins og gefið merki og það eru 7-0 og þá köllum við til forsetann og bæjarfulltrúann Líf Ósu Skarðsdal. Ég þakka varaforseta Einari Brandssyni fyrir að leysa þetta eins og venjulega. Við förum í 7. fundalið. Hann hefur málsnúmer 26.01.0355. Þetta skipur í Akraneskautsstaðar 2025 en fyrri umræða breytt skipuritt fór fram í bæjarstjórn þann 9. desember síðastliðinn og þar var sem sagt tillögunni vísað til síðari umræðu á þessum fundi. Á fundi bæjarráðs þann 8. janúar, þarna á milli, þá samþykkti ráðið að leggja til við bæjarstjórn þá breytingu á skipuritinu að undir hlutanu stjórnsýsla verði verkferlar í stað verkferlar og gæði en undir þjónustu og þróunardeild heyri gæðamál. Gæðamál verða ekki tvítekin í skipuritinu en það eru fleiri breytingar sem hefur verið farið yfir á milli umræðna og ég held að bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir ætli að greina okkur nánar frá þeim. Þannig að ég býð þér orðið, bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Já, nú rennum við í lokaumræðum skipuritt Akraneskautsstaðar og milli umræðna búið að taka ákveðið virk samtöl í ákveðna hópa bara sem þessar breytingar hafa kannski hvað mestu áhrif á. Eins búið að kynna þetta líka fyrir forstöðumönnum hjá okkur og búið að gera ýmislegt á milli umræðna. Kannski svona helstu breytingarnar þó séu kannski ekki umfangsmiklar eins og forseti
bæjarfulltrúi Valgarður Líndal fór yfir þá breytum við þetta með verkferlar og gæði sem verður bara núna verkferlar og gæðamálin heyra þá undir þjónustu og þróunardeild. Þetta var bara tvítekning þarna undir sviðinu. Síðan undir málaflokknum mannauðs- og launadeild sem að tilheyrir fjármála- og þjónustusviði þá eru gerðar nokkrar tillögur orðalagsbreytingar undir deildinni eftir svona nánara rýni frá deildarstjóra sem að tekur þar við mannauðs- og launadeild. En þetta var sem sagt orðað þannig í fyrri umræðu að undir mannauðs- og launadeild voru ákveðnir flokkar sem voru mannauðsmál, jafnréttismál, jafnlaunavottun, greiningar, starfsáætlanir, símenntun, starfsþróun, launavinnsla, launagreiningar og vistun starfsmannagagna. Og breytingin felst í mannauðs- og starfsmannamál, jafnréttis- og jafnlaunamál, fræðsla og símenntun, greiningar og mælingar, vinnuvernd og farsæld í starfi, viðverustjórnun, túlkun og ráðgjöf kjarasamninga, launagreiningar og launaáætlanir. Innihaldið mjög sambærilegt, þetta var bara svona orðalagsbreytingar og svona kannski í takt bara við tíðarandann einnig í þessu málaflokkum. Þannig að þetta svona eina sem kom fram á milli umræðna hjá okkur. Það í raun og veru undir okkur komið hér og nú þá að klára þessa umræðu og samþykkja nýtt skipurit. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Varðandi skipurit Akraneskaupstaðar, bæjarfulltrúi Líf Ása Skasta, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil bara koma og þakka þeim bæjarfulltrúum sem stóðu að gerð þessa skipurits, eða þar að segja að í þeirri vinnu við að móta þetta verklag og bara hlakka til að sjá hverju þetta kemur til með að skila og vona að þetta verði bara til þess að það verði mikið skýrari svona verkferlar og allt svona hér innan hús og að þetta mælist vel hjá starfsmönnum. Á sama tíma bara leggja til að það verði áfram virt samtal við starfsmenn upp á að fá að vita hvað sé að ganga vel, hvað megi gera betur og annað og hafa alltaf inn í samtalinu. Því að hafandi verið starfsmaður hjá stóru fyrirtæki og litlu fyrirtæki og annað, að þá veit ég hvernig það að vinna í umhverfi þar sem að eru breytingar og annað, að ef að starfsfólk veit ekki af hverju breytingarnar eru, til hverju það eiga að stuðla að, hvað að gerast og annað og fá ekki að vera með, að þá oft hættu því að breytingarnar verða ekki til góðs. Þannig að bara pössum upp á það og eins og við höfum rætt áður að búa bara til eitt stórt Akraneslið og þá held ég að þetta verði algjörlega frábært. Á sama tíma ítreka og leggja til að við tökum aftur upp mannauðsdaginn sem var hér fyrir einhverjum árum síðan og móta verklagi í kringu það að vera með svona sameiginlegan mannauðsdag eins árs eða 2 ára fresti, sama hvernig það og fá þá svona þverfaglega vinnu þvert á stofnanir og teymi og svona búa til meiri liðsheild innan alls Akraness. Ég held að það gæti verið mjög sterkur leikur í að búa til gott og öflugt samfélag okkar hérna. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ása Skasta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu breytt skipurit Akraneskaupstaðar að gjöra svo vel að gefa merki. Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í 7. fundarlið, málsnúmer 26010244, fyrirspurn kaup á Suðurgötu 57. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 8. janúar 2026 samning sölu á fasteigninni Suðurgötu 57. Við þekkjum það sem Landsbankahúsið gamla og vísar hér málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust
og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Við erum hér að fjalla samning á sölu á svokallaða gamla Landsbankahúsinu við Akratorg. Hús sem hefur verið mikið rætt á þessu kjörtímabili og reyndar fyrir það. Hús sem mörgum þykir vænt Markmið kaupenda eru að í húsinu verði hótelrekstur á efri hæðum og veitingarekstur á jarðhæð. Til stendur að gera húsið upp en jafnframt leita eftir heimild til að byggja ofan á það. Að öðru leyti ætlunin að húsið haldi upprunalegum stíl og einkennum eins og kostur Ég hef lengi sagt að sala á Landsbankahúsinu stærsta einstaka framlag okkar í dag til uppbyggingu miðbæjar á Akranesi. Húsið stendur við lykilstað við Akratorgið á lykilstað og að koma fastri starfsemi í húsið þó að ýmislegt skemmtilegt hafi átt sér þar stað verður á nokkurs vafa til þess að efla miðbæinn okkar. En við erum líka að tala kaupendur sem hafa reynslu af því að byggja upp ferðaþjónustu og gera upp eldri hús. Þannig ég segi bara, ef þessi samningur verður samþykktur hér í dag, þá er að ræða afar gleðileg tímamót, en engu að síður hafa samkvæmt kaupsamningi kaupendur tíma til að huga að nánari ástandi hússins á næstu vikum. En við viljum líka samhliða þessu og höfum líka rætt það að setja aukinn kraft í málefni ferðaþjónustunnar sem atvinnugrein sem á töluvert ennþá inni hér á Akranesi. Takk fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi 7. fundarlið. Bæjarfulltrúi Líf Skastaf, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil bara óska okkur til hamingju með þennan samning og vona svo sannarlega að hann komi til með raungerast og verða okkur til heilla. Því að Landsbankahúsið, það hefur nú staðið mikill styr í kringum þetta hús hér allavega á þessu kjörtímabili og löngu áður og ég vona svo sannarlega að þetta verði farsæl lausn fyrir okkur öll. Það kom með hótel, þótt ekki sé stórt, að það bara eitthvað sem að við höfum mikið talað hér og bara alls staðar. Það er mikið rætt hótelleysi Akranes og mikið gert grín að því. Og ég hef nú alltaf sagt það að þegar kemur eitt, þá kemur annað. Þannig að ég hlakka til og ég vona bara að þetta gangi hratt og vel fyrir sig og að við sjáum starfsemi þarna innan bara nokkura ára. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom hérna inn á varðandi ferðamálastefnu, þá er ég hjartanlega sammála því að það er eitthvað sem við þurfum að vinna hratt að og fá til okkar aðila og ferðaþjónustu og annað til þess að hjálpa okkur með það, því að við höfum rosalega margt inni þar. Við erum með alveg einstaklega fallegt bæjarstæði, gríðarlega fallega náttúru og strandir og allt hérna í kringum okkur og við erum bara ekki að spila nógu vel úr þeim spilum sem við höfum. Við höfum allt hérna í hendi og getum búið til mjög flott ferðamanna samfélag. Það eru margir náttúrulega sem kannski ekkert endilega hrifnir af því að fá ferðamenn en staðreyndin er sú náttúrulega að ferðamennska er ein mest vaxandi grein á Íslandi og við þurfum bara að eiga þátt í henni eins og öll önnur samfélag. Þannig að til hamingju með þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Skastaf. Mér finnst rétt að það komi fram og hér í umræðinni og kem því hér með á framfæri að með samningi þessum þá sem sagt húsið á Suðurgötu 57 sem við seljum og kaupandi kaupir en með samningnum
þá fær kaupandinn jafnframt til afnota 3 aðliggjandi lóðir, lóðirnar Suðurgötu 47, Suðurgötu 47A, sem nú reyndar ekki nema 30 fermetra lóð, og lóðina Skólabraut 24, og afnotin felast í því að kaupandinn fær rétt til að gera tillögu að skipulagi þessara lóða í þeim tilgangi að byggja í kjölfarið á þeim húsnæði og fær einnig bindandi loforð Akraneskaupstaðar að úthluta lóðunum til kaupandans eftir að nýtt deiliskipulag vegna þeirra hefur tekið gildi. Þannig að vil að það komi fram að þetta hluti af samningnum. Þetta kaup á Landsbankahúsinu og afnot af þessum 3 aðliggjandi lóðum í þeim tilgangi að gera tillögu að skipulagi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki og þá bið ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi kaupsamning sölu á fasteigninni Suðurgötu 57 að gjöra sögulega gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 8. fundarliður hefur málsnúmer 2601-0361 úthlutun lóða í Flóahverfi, reglur, en bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 8. janúar síðastliðinn nýjar úthlutunarreglur fyrir lóðir í Flóahverfi og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Bókun bæjarráðs var eftirfarandi: hlutfall af gatnagerðargjaldi viðkomandi lóðar 100% eftir 1 ár frá úthlutun lóðar. Heimildin tekur til lóða sem úthlutað á tímabilinu 1. janúar 2026 til og með 31. ágúst 2026. Gjöld skulu verðbætt með tilliti til byggingavísitölu hverju sinni. Eftir 31. ágúst 2026 skulu gjalddagar vera samkvæmt gildandi gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald í Akraneskaupstað. Gera þarf samninga dreifingu gjaldanna við lóðarhafa og tryggja veðstöðu gjaldanna með tryggingabréfi á fyrsta veðrétti í viðkomandi lóð. Þannig að í stuttu máli þarna verið að gefa 1 árs gjaldfrest á greiðslu gatnagerðargjalda fyrir lóðir sem að verður úthlutað á þessu tímabili. Orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkja tillöguna gjöra svo gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. 9. fundarliður, málsnúmer 2601-0362, úthlutun lóða í Skógarhverfi 3C, reglur. Sem þetta reglur úthlutun lóða í Skógarhverfi 3C. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum nýjar úthlutunarreglur vegna lóða í Skógarhverfi 3C, vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Bókun bæjarráðs var svo felld. Bæjarráð samþykki tímabundið í samræmi við 4. grein gjaldskrár gatnagerðargjald til að auka eftirspurn eftir lóðum, að heimilt verði að dreifa greiðslum byggingarréttar og gatnagerðargjalds vegna úthlutunar byggingarlóða í Skógarhverfi 3C á eftirfarandi hátt. Hlutfall af gatna- og byggingarréttargjaldi viðkomandi lóðar 25% innan mánaðar frá lóðaúthlutun, 25% við veitingu byggingarleyfis þó að hámarki 1 ár frá úthlutun lóðar og 50% eftir 2 ár frá úthlutun lóðar. Heimildin tekur til lóða sem úthlutað á tímabilinu 1. nóvember 2025 til og með 31. ágúst 2026. Gjöld skulu verðbætt með tilliti til byggingarvísitölu hverju sinni. Eftir 31. ágúst 2026 skulu gjalddagar vera samkvæmt gildandi gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald í Akraneskaupstað. Gera þarf samninga dreifingu gjaldanna við lóðarhafa og tryggja veðstöðu gjaldanna með tryggingabréfi á fyrsta veðrétti í viðkomandi lóð. Þetta sama á ferðinni þarna að verið að veita gjaldfresti á
gjöldum til Akraneskaupstaðar eins og þér var farið yfir. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi þessa tillögu. Það enginn sem óskar eftir því, þá bið ég þá sem samþykkja þessa breytingu á reglum lóðaúthlutun í skógahverfi 3C, gjörsamlegjamerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 10. fundarliður, málsnúmer 26010253, stofnframlög, samningar 2025 við Brynju leigufélag. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 8. janúar 2026 fyrirliggjandi stofnframlagssamninga Akraneskaupstaðar og Brynju leigufélags SES og vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar. Ræða stofnframlagssamninga eftirtaldar íbúðir. Það íbúð á Hagaflöt 11, íbúð 304, þar sem stofnframlag Akraneskaupstaðar 6.497.808. Heiðabraut 40, íbúð 103, þar okkar stofnframlag 3.329.412. Aspaskógar 1, íbúð 107, þar sem okkar framlag 4.930.565 og Aspaskógar 15, íbúð 102, þar sem okkar stofnframlag 7.016.676. Orðið laust þessa samninga. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja þessa fyrirliggjandi stofnframlagssamninga Akraneskaupstaðar og Brynju leigufélags að gjöra svo merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin á þann hluta fundarins þar sem að við förum yfir fundargerðir sem lagðar eru fram til kynningar. 11. fundarliður hefur málsnúmer 26010656. Þetta eru fundir bæjarráðs á árinu 2025 og þar lögð fram fundargerð fundar bæjarráðs númer 3613 sem framfór þann 11. desember síðastliðinn og 3614 sem framfór þann 18. desember síðastliðinn og ég ætla að leyfa mér að fara einnig í 12. fundarlið. Það urðu náttúrulega áramót þannig að desemberfundirnir eru í sérfundarlið og svo einn fundur í janúar sem í öðrum fundarlið. Þannig að 12. fundarliður, málsnúmer 25125572, þar erum við með fund bæjarráðs númer 3615 sem framfór þann 8. janúar síðastliðinn og ég legg til að við tökum eina umræðu þessa 2 fundarliði. Þannig að við ræðum alla 3 fundi bæjarráðs hér í einni umræðu. Eitthvað sem hreyfir andmælum við því? Nei. Þá gef ég orðið laust þessar 3 fundargerðir bæjarráðs, númer 3613, 14 og 15. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Mér langaði til þess að segja nokkur orð fund nummer 3614 sem síðasti fundurinn okkar fyrir jól. Þar nefnilega í máli nummer 2 fengum við áskorun og við höfum þá fengið heimsókn frá forsvarsmönnum GSI sem vildu ræða við okkur möguleikann á því að leynisvöllur yrði þjóðarleikvangur Íslands golfi sem ótrúlega spennandi og að því við vorum aðeins að ræða áðan ferðaþjónustu
og einmitt þetta með að þegar kemur hótel í eintölu þá kemur örugglega hótel í fleirtölu. En mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi verkefni. Við sjáum nú fréttir af því allt land, eða ekki allt land reyndar. Þessi frétt á við höfuðborgarsvæðið þar sem er verið að segja frá því að golf bara að verða uppselt. Fólk að bíða í mörg ár á biðlista eftir að komast í klúbb. Og svo kannski tekur annað eins við þegar það þarf að fara að bíða eftir að komast út á völl og svo framvegis. Þannig að það bara ákveðið sóknartækifæri finnst mér hér að við stígum fram. Auðvitað yrði svona samtal tekið á grundvelli annarra þjóðarleikvanga með styrk frá ríkinu og samtalið þyrfti að vera tekið og yrði tekið á þeim nótum, en mér finnst bara að þetta sé tækifæri á þeim skala og með þeim hætti að við skulum gera það sem við getum að taka þetta samtal með opnum hug, af því að þetta gæti verið, þetta rýmar í rauninni við svo margt. Við viljum gera meira í ferðaþjónustu, við viljum vera heilsueflandi samfélag og við teljum okkur vera og skilgreinum okkur sem íþróttabæ. Þannig að mér finnst þetta bara tikka í öll þau box. Þannig að ég hvet okkur áfram með þetta verkefni sem að við í rauninni bókuðum með þeim hætti að við skildum setja að kraftur yrði settur í með 9 ári. Ég vildi bara svona aðeins segja frá þessu máli hér. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Bæjarráðs? Bæjarfulltrúi Líf Ásdís Skarstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðra smák hlýða. Nú sem endrannar kem ég á eftir nöfnum minni bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttir undir sömu fundargerð og sama máli varðandi þjóðleikvang. Fyrsta, ég sakna þess að þessi kynning hefði ekki verið tekin fyrir alla bæjarstjórn. Ég sá svona glitta í þetta eftir á og hefði alveg vilja vera og geta spurt og svona. Hefði verið gaman að fá þessa kynningu. Að því sögðu, þá finnst mér þetta mjög spennandi og þetta rýmar bara við allt sem við vorum að ræða á eins og þetta með ferðaþjónustuna, hótelin, störfin, allt þetta. Eftir því sem mér skilst að þá við ekki einu sveitarfélagi sem kemur til greina, heldur víst einhver 2-3 í viðbót. Ég vil bara leggja það til að við bara lýsum okkar áhuga yfir bara að vera með allavega í samtalinu og vera svolítið dugleg við það að hamra járnið þar, því að líkt og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á áðan, að þá rýmar þetta bæði við það að við erum íþróttasveitarfélag og þetta hentar okkur bara mjög vel í þeirri stefnu sem að við viljum kannski taka í hóteli, ferðamennsku og öllu því og líka það að þetta náttúrulega gríðarlega stórt og mikið sport og mikið vaxandi, en ekki bara það heldur, við eigum innviðina og getum gert þetta bara rosalega vel og vandlega og flott og getur verið mjög spennandi, þannig að ég hlakka til að sjá allavega hvert þetta leiðir. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ásdís Skarstað. Mér langar bara að taka undir með bæjarfulltrúanum varðandi það að það hefði verið sannarlega tilefni til að öll bæjarstjórn hefði fengið þessa kynningu. Það oft þannig að þegar við erum að fá gesti til fundar og erum að fá kynningar og eins og þá vitum við ekki alveg fyrirfram hvernig þetta verði. Og ég held að allavega fyrir mína part að verði að segja að kynningin sem við fengum frá golfsambandinu var bara miklu stærri og veglegri og glæsilegri og metnaðarfyllri heldur en að ég hafði að minnstu kosti gert mér hugmyndir fyrirfram. Og ég sat á fundinum og hugsaði nákvæmlega þetta. Að þetta hefði þurft að koma bara sérstaklega á fund fyrir alla bæjarfulltrúa. En vonandi bara náum við því síðar vegna þess að það sannarlega vilji til þess að halda samtalinu áfram og
og vonandi náum við því að geta tekið þetta bara inn á fund með öllum bæjarfulltrúum. Fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundalið, fundargerð bæjarráðs, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mig langar að taka undir með þeim lið sem að nöfnurnar hafa rætt hér á undan mér. Ég held að þau þrjú sem að sitja í bæjarráði og kannski nokkrir aðrir gerir sér í rauninni grein fyrir því hvað þetta stórt. Þetta ekki bara það að við fáum golf íþróttina hingað heim til okkar, þá atvinnuspilarann og annað inn í bæjarfélagið og allt sem í kringum það, aukin mót sennilega og mikil umsvif í kringum sjálfa golf íþróttina og þá öllum líkindum mikill hvati fyrir okkar fólk og þá yngri kantinum að gefa sig í golfið og fara á stunda það. Það sem að mig langar á og þær nöfnuna koma kannski ekki inn á að ef af þessu verður sem að ég ætla rétt að vona að bæjarráð keyri svolítið á þetta að þá verður í rauninni að hugsa fyrir stækkun á vellinum og við verðum þá bara núna að gera okkur grein fyrir því hvaða svæði gætu nýst undir golfvöll stækkun og ég þá ekki bara að tala það sem nauðsynlegt mjög fljótlega ef af þessu verður og í rauninni orðið þörf á bæta við 9 hólum að menn horfi á svæði sem gæti rýmað alltaf 18 hólur í viðbót. Því að við erum með mjög metnaðarfulla áform uppbyggingu hér á nokkrum svæðum og ég held að verði fátt í framtíðinni sem að mun ýta á eftir fólki að velja sér búsetu á Akranesi eins og góður golfvöllur og góð aðkoma, menn fái þá að spila oftar en einu sinni í viku eða svo. Þannig að sem verður ef að völlurinn of lítill. Þannig að ég bara hvet bæjarráð til þess að vera stórhuga í þessu, fara í þessa vinnu að finna svæði og leggja til að það verði svona að minnstakosti ekki skipulagðar íbúðabyggðir þannig að það loki á stækkun. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að kunna að hlýða á okkur. Ég kem undir sama máli og hefur verið til umræðu. Ég man ekkert númer hvað eða þú ert með þetta fundarritari, já. Og ég var einmitt að hugsa áður en bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom upp í pontu hver ætla að taka af skarið að tala stækkun golfvallarins. Að ég held að það sé líka grundvallar forsenda fyrir því að við getum farið af stað með þetta frábæra verkefni. Og ég fann það mjög vel hjá bæjarfulltrúi Einar Brandsson að golfhjarta í honum sló svolítið fast upp í punkti og það gerir nú það sama hjá mér. Og að við kannski ekki alveg hlutlaus sem golfarar.
En þetta tækifæri að opna gríðarlega margar dyr fyrir okkur. Bæði það kemur að ferðaþjónustu eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á bæði í ræðu sinni hér á undan líka, varðandi Landsbankahúsið og svo varðandi þá golfvöllinn og hvernig við getum verið framsækin í fjölbreytileikanum þegar kemur að ferðaþjónustunni. Og þetta tengist líka bara inn í heilsueflingu, Akranes, tengist inn í íþróttabæinn okkar, þannig að þetta eitthvað sem ættum að vera alveg stórhuga með og ýta svolítið af stað í sameiningu. Þannig að en það náttúrulega búið að leggja mikla vinnu í hönnun á stækkun golfvallarins innan Leynis og það liggur alveg fyrir ákveðin drög af því. Þetta alveg veða mikið landsvæði sem þarf undir stækkunina. Ég held að stækkun sem liggur fyrir núna sé 27 holuvöllur, þannig að 9 holur til viðbótar. En við þurfum kannski að rýna í það og sjá hvað hægt að gera. Við náttúrulega eigum líka land sem liggur þvert við, reyndar í öðru sveitarfélagi og hvað okkur langar að gera þar síðan í framtíðinni ef eitthvað rest úr því. En það að ýmsu að huga. Þannig að ég held að þetta sé eitt af svona lykilverkefnum, svona stefnuverkefnum sem við þurfum að setja svolítið fast á koppu núna allan fram að kosningum, ef ég segi svona hreint út. Og mun hraðar held ég, nú reyðlega bara. En ég tek alveg undir með það sem að bæjarfulltrúi Líf Ása kom inn á, að það væri mjög gagnlegt fyrir okkur öll að sitja og fá sambærilega kynningu. Það sem finnst að líka kannski samhugur vonandi inn í bæjarstjórn í þetta verkefni. Þannig að já, þetta sé svona kannski sem við langaði að koma framfæri. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað, næst á mælendaskrá. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Þetta greinilega mjög vinsælt, þessi umræða Ég ætla að koma aftur undir sama lið. Varðandi einmitt stækkunina, ég held að á golfvellinum. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða verulega. Á sama tíma eigum við náttúrulega þetta land í Akrakollslandi sem eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á í næsta sveitarfélagi. Við vitum öll söguna með það. Við höfum farið fram á tilfærslu á sveitarfélagamörkum sem hefur verið hafnað. En við vitum náttúrulega ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Mín hugsun sú hvernig við náum að sameina jafnvel þetta bæði. Því að staðreyndin sú að þetta getur vel farið saman. Að vera með stærri golfvöll, þjóðleikvang, en samt svo ef þannig vill til að við fáum að nýta þetta land í næsta sveitarfélagi eins og við náttúrulega óskum eftir, að þá getur verið kjörið tækifæri að vera með úrvalspremium einbýlishúsalóðir í háum gæðaflokki. Því staðreyndin sú að allar rannsóknir sýna að eignir sem eru við golfvelli, sama hvað okkur finnst golf, að þá þær bara almennt hærri í verðlagi heldur en aðrar eignir. Og ég tala nú ekki ef við erum að horfa á það núna í náinni framtíð að við erum að sjá Sundabrautina koma og allt sem því fylgir, að þá þetta bara kjörið tækifæri fyrir okkur að marka okkur stefnu að vera með flottar, glæsilega lóðir sem við getum selt að hærra verði heldur en aðrar mögulega. Þannig ég tek undir það, við þurfum að skoða þetta og sjá þetta og endilega fá þessa kynningu því að mér finnst þetta bara alltaf gott tækifæri til þess að hafna því. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Eru fleiri sem óska eftir að, já, það bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á okkur hlýða. Ég bara gleymdi áðan einu punkt sem ég var búinn að setja niður að ég ætla líka að hvetja til þess að vera kvart yfir að við fáum ekki kynninguna í bæjarstjórn sem að sömuleyti kannski réttlætanlegt. En ég ætla bara að hvetja bæjarráð til þess að vinna þetta með golfklúbbnum Leyni nokkur hratt eins og hægt og reyna bara að tryggja okkur
fyrsta sætið í þessu og taka svo bara góðan íbúafund þar sem þetta er kynnt fyrir öllum íbúum. Þannig að í rauninni allir fái mjög svipaða kynningu og upplýsingar og geti spurt. Ég held að það væri í rauninni til þess að fá fólk á þann vagn að vilja byggja þetta upp á þennan hátt. Það sé í rauninni að upplýsa og halda íbúafund málið. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundarkjöri Bæjarráðs, bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlýða. Ég kem hér undir sama máli og aðrir bæjarfulltrúar sem hafa stigið hér fundir. Okkur barst okkur þetta erindi einni til einna á skóla- og frístundaráðsfundi fyrir jól og ég hef svo sem ekki við miklu að bæta en þetta eru bara virkilega góðar umræður og þetta yrði kaupstaðnum okkar til framdráttar ef við yrðum valin sem sveitafélag til að hýsa þjóðarleikvang og rýmar bara við okkar stefnu í þessu bæjarfélagi og ég segi bara við tek undir orð bæjarfulltrúa Einars Brandssonar, frábær hugmynd að vinna þetta bara hratt og örugglega og halda svo stóran íbúafund og já, það hefur bara margt gott komið fram hér í framsögu bæjarfulltrúa og ég segi bara við skulum bara spurja GSI þegar þau koma til okkar og hafa tekið ákvörðun að reisa hér þjóðarleikvang að öllu því sem við þurfum að vita. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð Bæjarráðs? Svo er ekki. Þar með hafa þessar 3 fundargerðir Bæjarráðs verið lagðar fram. Það er að segja fundir númer 3613, 3614 og 3615. Næsti fundarliður, 13. fundarliður, málsnúmer 26010583. Það eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs og hér er lögð fram fundargerð 250. og 7. fundar velferðar- og mannréttindaráðs sem framfór þann 16. desember síðastliðinn. Og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að byrja á því að ávarpa lið 5 sem er útboðs það má að leita í 2 kerfum. Akstursþjónusta, Akranskostar. Mér langar að byrja á því að biðja forsvarsmenn hópferðabíla Reynis Jóhannessonar afsökunar á þessum leiðmistökum sem urðu við birtingu fundargerðar. Þar sem gögn sem áttu ekki að fara í birtingu birtust með fundargerðinni. Ég vil líka biðja starfsfólk Konsens afsökunar á þessum sömu mistökum og eins og starfsfólk Akranskostar. Það eru mannleg mistök sem geta gerst og þau eru ávarlegðanlegt að þetta skildi koma fyrir og ég vil bara koma þessari afsökunarbeiðni á framfæri hér á fundi bæjarstjórnar. Síðan langar mig að varðandi niðurstöðuna þá er þetta ennþá til umræðu innan
innan velferðar- og mannréttindaráðs sem mun vera á fundi hjá okkur á næsta þriðjudag, þar sem að það verður farið yfir niðurstöðuna. Varðandi lið 3, þá er ég aldrei sem vant með tilbúna ræðu. Viljayfirlýsingar sveitarfélaga er ekki einfaldar yfirlýsingar góðan vilja, þær eru merki stefnu áform sem geta haft veruleg áhrif síðar. Þess vegna skiptir máli að við sem kjörnir fulltrúar vöndum til verka. Hraðinn í þessum máli var einfaldlega of mikill. Drögin að viljayfirlýsingunni kom í hendur bæjarfulltrúa daginn sem undirritun átti að fara fram. Hún hefði ekki fengið fullnægjandi umfjöllun í ráðum eða meðal bæjarfulltrúa og hefði hvergi verið samþykkt í ráðum bæjarins. Bæjarfulltrúar hafi gegnum tíðina gert athugasemdir við slíkan málatilbúnað. Þegar fundur velferðarráðs fór fram þann 16. des var alveg ljóst að þetta var orðin viljayfirlýsing uppbyggingu skammtímadvalar í Holti. Meirihluti ráðsins vildi að staðarval og þörf væri skoðuð þeirri vinnu sem vinnuhópurinn átti að fara í. Það fengum við ekki í gegn. Þess vegna var það niðurstaðan að mati meirihlutans að fara ekki í þetta samstarf að sinni. Meginmarkmið í málinu er að tryggja raunverulega, aðgengilega og faglega skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni á Akranesi í samræmi við þarfir barna og fjölskyldna þeirra. Umræðan snýst ekki að vera með á móti samstarfi, heldur hvernig samvinna er nýtt án þess að tefji eða komi í stað þjónustu í heimabyggð. Skammtímadvöl utan Akranes felur í sér verulegar áskoranir fyrir börn og foreldra. Börn missa þá að hluta tengsl við sitt daglega umhverfi, skóla og tómstundir og foreldrar standa frammi fyrir auknu álagi vegna aksturs, skipulags og flókin utanumhalds. Fyrri reynsla sýnir að slíkar aðstæður geta dregið úr nýtingu þjónustunnar, jafnvel þótt hún sé til staðar á pappír. Skammtímadvöl á Akranesi myndi gera börnum kleift að sækja sinn skóla, stunda sínar tómstundir og lifa eðlilegu lífi í sínu samfélagi á meðan foreldrar fá nauðsynlegt svigrúm. Það er bæði mannúðlegt, faglegt og ábyrgilegt til framtíðar. Mín tillaga er að ákvörðun ráðsins standi og bókunum að við séum tilbúin í samtal liggi fyrir. Ferlið að skoða opnun í Holti er þegar komin af stað og við komum ekki að því fyrir í fyrsta lagi eftir 2 vikur ef við göngum inn núna. Þá er það hvort sem er orðið það langt komið að við höfum lítil sem engin áhrif. Sjáum því til hver niðurstaðan verður hjá þeim og hvort þau komi svo til okkar með hana og vilja ræða málið áfram hver sem hún verður. Þá tökum við þetta það. Þetta er eðlilegasta leiðin við stöðuna eins og hún er núna. Við getum notað tímann á meðan og skoðar okkar þörf sem er samkvæmt umræðum í velferðar- og mannréttindaráði geta fyllt rúmlega heila skammtímadvöl og hvort við finnum lausnir hér innan bæjar til að koma slíkri einingu á fót. Ég er þeirrar skoðunar að við höfum að tryggja uppbyggingu skammtímadvalar fyrir fötluð börn og ungmenni á Akranesi. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og næstur á mannréttindaráði bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að byrja á því að taka undir afsökunarbeiðnina sem Kristinn Hallur Sveinsson bæjarfulltrúi kom með. Þetta voru bagaleg mistök og við verðum að læra af þeim og biðja viðkomandi afsökunar á þeim og við munum væntanlega reikna með í velferðar- og mannréttindaráði árétta þetta líka síðar. En að þriðja liðnum skammtímadvöl á Vesturlandi að
að mér finnst alveg ótrúleg í rauninu umræða og blaða og greinaskrif hafi skapast í kjölfar þess að velferðar- og mannréttindaráð ákvað ekki að skrifa undir viljayfirlýsingu uppbyggingu á skammtímadvöl fyrir fötluð börn í Holti í Borgarfirði sem fyrrum væntanleg samstarfsfélög okkar áforma. Forsaga málsins að það kemur til tals að sveitarfélög á Vesturlandi sameinist uppbyggingu á skammtímadvöl. Velferðar- og mannréttindaráð tekur að sjálfsögðu jákvætt í það enda búið að ræða oft möguleika á uppbyggingu á skammtímadvöl hér á Akranesi en því miður hefur ekki verið samstaða það og má þar kenna ytri aðstæðum að einhverju leyti. Velferðar- og mannréttindaráð hafði verið alveg samhljóma og barist fyrir að farið yrði af stað með uppbyggingu í held ég hverri fjárhagsáætlunar umræðu síðustu ára. Skilaboð frá ráðinu velferðar- og mannréttinda þegar þessi ákvörðun tekin að fara í þetta samtal alveg skýr. Það var að fyrsta val okkar yrði alltaf að byggja upp skammtímadvöl hér á Akranesi. En við vorum alveg opin fyrir samtali sem svo skila sér í því að áætlað að skrifa undir viljayfirlýsingu samstarfi til að formlega koma því af stað. Þegar að fyrstu drög að viljayfirlýsingu kemur fyrir VFM-ráðið, nota bene þetta var eina skipti sem að þessi drög að viljayfirlýsingu komu fyrir ráðið, þá gerum við athugasemd að staðsetning ekki eitt af hlutverkum hópsins sem á að setja í gang. Við gerum athugasemd við það og það áréttað að finna staðsetningu fyrir uppbyggingu á skammtímadvöl eitt af því sem við viljum að verði hlutverk hópsins ásamt því að skoða rekstrarform, hvernig úrræði viljum við, erum við að tala helgardvöl eða vikudvöl eða hvoru tveggja. Í okkar huga var það alveg klárt að það átti eftir að gera allar þessar greiningar á þörfum þeirra einstaklinga sem kæmu til með að nota sér skammtímadvölina. Fyrst átti að ákveða form og þörf og svo ákveða staðsetningu út frá því og taka þá inn í það mat, hugsanlega samgöngur, aðgengi að afþreyingu, innviði, grennd og svo framvegis. Á þessum loka spretti þá erum við tilbúin til þess í velferðar- og mannréttindaráði að ekki setja inn í yfirlýsinguna að fyrsta úrræði yrði reist á Akranesi. Þannig var umræðan í ráðinu og ég held að það hafi allir verið sammála það að fara í þessa vegferð. Það voru því mikil vonbrigði þegar með stuttum fyrirvara boðað til undirskriftar á viljayfirlýsingu og það að við sjáum viljayfirlýsinguna undir hádegi daginn sem á að skrifa undir, en þá voru þetta í rauninni sömu drög og við höfðum hafnað öðru leyti nema að það yrði bætt inn í breytingar þar sem að kæmi skýrt fram að við vildum
að hópurinn ræddi staðsetningu. Þarna þá óskum við eftir því að drögunum sé breytt áður en þeim yrði skrifað undir, en fengum að lokum þau skilaboð að okkar óskir fara ekki inn, enda sé það of seint þar sem ætlunin að byggja upp skammtímadvölarholti í Borgarfirði. Þegar þetta ljóst, þá óskum við eftir að undirskrift verði frestað svo að við gætum allavega rætt þessar breytingar sem að við töldum að væri í rauninni andstöðu við það sem hafi verið rætt, og þetta var aldrei rætt að fyrirfram að ákveða að skammtímadvöl yrði í Holti sem fyrsta val. Viðsemjendur okkar sjá ekki þörf á því að ræða þetta mál við okkur frekar, þannig að því fór sem fór. Af hverju ekki var komið í rauninni hreint fram þá í tíma að ætlunin hafi alltaf verið að endurreisa Holt sem skammtímadvalarúrræði, veit ég ekki. Það kom aldrei fram. Af hverju voru þá ekki færð rök fyrir því að skyndilega var löngu aflagt úrræði á sveitabæ upp í sveitum Borgarfjarðar, orðið besta niðurstaðan í vali á staðsetningu fyrir skammtímadvöl. Það voru engar útskýringar, það var ekkert samtal, það mátti ekki taka umræðuna. Spurningin hver ákveður, þrátt fyrir það sem að við héldum að við værum í samræðum að það á að endurreisa Holt. Það eru engin svör. Þau vilja ekki við okkur tala. Það var ekkert sem lá á. Holt var búið að vera ónotað í 14-15 ár. Ein vika til eða frá til að taka umræðu skipti engu máli. Við vorum, þrátt fyrir að vera stærsta sveitarfélagið með flesta einstaklinga sem gætu þurft á skammtímadvöl að halda, við vorum tilbúin að láta af okkar kröfum að horft yrði til Akraness sem fyrsta val. Byrja bara með autt blað. En kortur í undirskrift orðið klárt að samstarfsaðilar voru að horfa á Holt sem fyrsta val, stað sem hafði ekki verið í notkun í 14-15 ár, aldrei nokkur tíman á þessum árum hafði komið tillaga að endurreisa Holt sem skammtímadvöl. Samt var Holt orðið skilyrði sem fyrsta val og að mínu viti var ekkert og stóð ekkert til að fara í rauninni í faglega vinnu með autt blað eins og við höfum alltaf talað um. Nei, í staðinn fyrir að vera með autt blað og geta þá skipulagt hvað við viljum og fá þá húsnæðið, þá átti að sníða skammtímavistun inn í Holt, en það var eitthvað sem hafði aldrei verið rætt í velferðar- og mannréttindaráði. Það ávísun á gott samstarf að fara á stað þegar neyð á einn aðilann til að taka þátt á röngum forsendum. Af hverju voru samstarfsaðilar í verkefninu ekki tilbúnir að gefa sér að minnsta kosti viku
til að ræða málið við okkur á réttum forsendum. Eins og ég sagði áðan, Holt var búið að bíða í nokkuð mörg ár og það gat alveg beðið í 1 viku. Á fundi velferðar- og mannréttindaráðs viku síðar þá var þessi uppákoma rædd þar sem fulltrúar meirihlutans skýrðu afstöðu sína og fulltrúi minnihlutans sína og í rauninni ekkert óeðlilegt við það að það væri ágreiningur inn í ráðinu. Ég hélt í hjarta mínu að þarna væri málið afgreitt, enda bókun ráðsins þannig að við erum með opið á það að ef fyrirhugaðir samstarfsaðilar okkar vildu ræða frekar við okkur, var það ekkert vandamál okkar hálfu. En afstaða okkar var alveg skýr og það átti öllum í rauninni að vera kunnugt. Þarna, ég reikna nú svo sem með því að á næsta bæjarstjórnarfundi eftir þetta að þegar fundargerðin kæmi sem að koma þá inn hér að það einhver umræða og sem mjög eðlilegt. En það vekur mikla undrun hjá mér 2. janúar þegar mér bent á frétt á skessuhorni.is. Þar sem ég var ekki með netáskrift þá óskaði ég eftir að fá þessa grein senda, annars hefði ég ekki fengið að lesa hana fyrir en prentútgáfan kæmi nokkrum dögum síðan og ekki minnkaði undrun mín þegar ég las á alla greinina. Fyrirsögnin röng og það eru rangfærslur í greininni. Það sem í rauninni verra að það eingöngu talað við formann stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og svo Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúa og oddvita Framsóknar hér á Akranesi. Það meira segja í þessari kannski ekki löngu grein farið að blanda óskum bæjarstjórnar til Hvalfjarðarsveitar að þau kanni sameiginlega hagkvæmni þess að sveitarfélögin hugsanlega sameinist. Eitthvað bara allt annað mál. Og ég sett mig í samband við félaga minn og formann velferðar- og mannréttindaráðs, Kristinn Hall Sveinsson, til að kanna hvort hann hafi virkilega farið í viðtal út af málinu. En svo var ekki. Við gerum athugasemd við ritstjóra Skessuhorns og fórum fram á að allavega fyrirsögninni sem var bara kolröng, henni yrði breytt. Því að eins og fyrirsögnin hljómaði að þá var eins og við höfum hætt við eitthvað samstarf sem ekki var komið á. Það var ekkert samstarf byrjað. Það var verið að ræða hugsanlegt samstarf og hvernig það ætti að fara fram. Úr verður að ritstjóri, ég reikna með því, Skessuhornsins skrifar aðra grein og birtir á vef Skessuhornsins þar sem útskýringar okkar í meirihlutanum kom fram. Við sendum að vísu bara mail þar sem við fórum í nokkra punkta og útskýrðum og báðum í rauninni bara það að fyrirsögn fréttarinnar yrði breytt
En í sjálfu sér var mailið ekkert skrifað þannig að það væri einhver grein eða eitthvað, en ritstjóri vinnur frétt upp úr því og ég ætla svo sem ekkert að ergja mig yfir því, en það hefði kannski verið kurteisi að biðja leyfi til þess að gera það. Stuttu seinna eða töluvert seinna þá fyrirsögn fyrri greinarinnar breytt og mig minnir að formaður velferðar- og mannréttindaráðs hafi þá verið búinn að ýta aftur á það að gert. Í prentaðri útgáfu nokkrum dögum síðar þessum tveimur fréttum fléttað saman og búin til ein frétt og sem betur fer ekki laust við að verið að tóna aðeins niður, ég veit ekki, það sem átti að æsa einhverja upp eða ég átta mig ekki á tilgangnum ennþá. Sjálfsög ekki stórt mál, en að því ég nefndi það hér áðan að þar kom þarna líka grein á Skessuhornið sem birtist svo í prentaðri útgáfu líka. Hún undirrituð af bæjarfulltrúa og varabæjarfulltrúa Framsóknar, þar sem í rauninni önnur hliðin reifuð og við þá var fréttin okkar komin út, þannig að það hefði átt að vera alveg ljóst hvernig atburðarásin hafði verið. Greinin svona mjög svipuð og þessi fyrsta blaðagrein, það hefði verið að blanda saman einhverju ákalli einhverja samvinnu og eitthvað annað sem ég sé ekki í rauninni samhengi þar á milli og þessa ferils máls skammtíma vistun. En aðeins svona að fyrstu blaðagreininni sem náttúrulega skrifuð algjörlega einhliða frá annarri hliðinni og það ekki einu sinni borið við að reyna að fá útskýringar á hinni hliðinni. Framsetningin á þessu var mjög sérstök. Hvað kom fram og eftir hverjum rauninni haft. Það mjög sérkennilegt að þarna ummæli formanns samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi með leyfi forseta hefur flest gengið á afturfótunum í málaflokknum. Þarna reikna ég með að formaðurinn eigi við málaflokk fatlaðra. Formaður notendaráðs fatlaðra, hann sagði nú á opnum fundi að við værum hreinlega með allt niður okkur. Og það mjög sérstakt og að formaður SSV tjáir sig með þessu móti í blaðaviðtali einstök sveitarfélög innan SSV. Ég ekki eftir því að formaður SSV, sem samtök sveitarfélög Vesturlandi, hafi áður sagt í blaðaviðtali að hann trúi ekki öðru en að bæjarstjórn fari á móti afgreiðslu ráðs. Í þessu tilfelli velferðar- og mannréttindaráðs. Þetta alveg með ólíkindum og ég held að á þeim 16 árum sem að verða komin í þessu stússi hér að þá hafi ég í rauninni aldrei
upplifa það að formaður SSVAF sé að setja út á afgreiðslur í sveitarfélagi sem innan SSVAF. Og eiginlega það sem toppar svo allt í þessu eru þessi sérstöku ummæli sem eru bara mjög ámælisvert að formaðurinn, fyrst að hann vill meina það í viðtalinu að hér gangi allt á afturfótunum, þá bara eigi Akraneskaupstaður að taka því sem að okkur rétt. Skrifa bara undir yfirlýsinguna á þess að fá að ræða hana. Þetta ekki gott. Og það væri eiginlega mjög forvitnilegt og hvort að vita hvort að þetta virkilega afstaða SSVAF. Ég sit nú í stjórn og þessi umræða hefur allavega ekki farið fram þar. Þannig að það þá annars staðar hjá SSVAF sem að þessari skoðun hefur verið lýst. Nú, við vitum öll þá harmsögu sem að uppbygging íbúðakjarna í Skógarlundi hefur verið. Við þurfum ekkert að rifja hana í sjálfu sér upp. Þar var í rauninni einn möguleiki á sín tíma sem við hoppuðum á í staðinn fyrir að taka okkur tíma og hugsa það val aðeins betur. En því miður þá gáfu okkur ekki tíma á þeim tímapunkti allavega. Mér vitanlega, það náttúrulega hluti sem að hafa ekki gengið alveg upp hjá okkur, en mér vitanlega höfum við bara staðið okkur vel í málaflokki fatlaðra undanfarin mörg ár. Við höfum verið samtaka það hér í bæjarstjórn að gera vel. Hingað eru að flytjast fjölskyldur eingöngu út af því að þær fá góða þjónustu fyrir sín börn og sína aðstandendur. Ég fleiri höfum vilja vera komin lengra, bæði með samfélagsmiðstöð og úrræði í skammtímadvöl. Og það hefur ekki staðið á vilja velferðar- og mannréttindaráðs, heldur eins og ég kom hér aðeins inn á áðan, það hafa verið aðstæður, bæði ytri og innri, sem hafa orsakað það að það sem við höfum vilja gera hefur tafist og meðal annars það út af því að við höfum fengið stór verkefni í fangi sem bara hafa verið nánast neyðaráðstafanir að laga og þá skilum maður að það sé reynt að fresta einhverju en það ákveðin takmörk fyrir því. En hvað varðar þessi vinnubrögð eða viðbrögð hjá Skessuhorninu, þá held ég að það sé þeim ekki til mikilla sóma eins og þau byrjuðu að minnsta kosti það ferli í greinum. En eins og kemur fram í frétt Skessuhornsins þá taldi meirihluti velferðar- og mannréttindaráð að áður en skrifað yrði undir viljayfirlýsingu væri gott að geta rætt málin
hugsanlega hefðu vilja geta sent erindi til notendaráðs fatlaðra, en miðað við þann hraða sem var á málinu, þá bara vannst engin tími til neittri umræðu, hvorki inn í velferðar- og mannréttindaráði, hvað þá að við getum rætt við sest hérna niður sem hér erum og rætt málin og þaðan að síður að við getum sent þetta til yfirferðar hjá notendaráði. Í umræðinni kemur eftir þennan hamagang að formaður notendaráðs kæmi á fund velferðar- og mannréttindaráðs, hugsanlega allt ráðið við tækifæri, en okkur var í rauninni tilkynnt að formaður legði mikla áherslu á að fundurinn yrði áður og fyrr en næsti bæjarstjórnir yrði haldinn, og þar sem að til stóð að fyrsti fundur ráðsins á nýju ári yrði haldinn á undan fyrirhuguðum bæjarstjórnarfundi á þriðjudaginn, þá var það rætt að það væri tækifæri fyrir formanninn eða notendaráðið að koma á okkar fund og fá þá þær útskýringar sem við höfum fram að færa. Fimmtudaginn 8. janúar berst bókun notendaráðs til fulltrúa velferðar- og mannréttindaráðs. Bókunin var gerð á fundi notendaráðs 7. janúar. Ekki var óskað eftir því að fá útskýringar frá fulltrúum, við allavega meirihluta fulltrúunum í velferðar- og mannréttindaráði, ég veit það fyrir víst. Það svolítið undarlegt að þessi bókun, hún í rauninni nánast í þeim anda sem blaðaskrif Skessuhornsins voru, og eins og í þeim upphafs blaðaskrifum þá virðist ekki vera áhugi á því að leita skýringa hjá að minnsta kosti þá meirihluta fulltrúunum í ráðinu. Þannig að mér fannst það mjög sérstakt, en mér sárnar, nú ekki með mikinn skráp eftir öll þessi ár, en í ljósi þess að notendaráðið óskaði ekki eftir aðkomu eða því að við í velferðar- og mannréttindaráði kæmum og skýrðum út og þau komu ekki á fund hjá okkur heldur, að þá ætla ég að lesa með leyfi forseta niðurlag bókun sem í bókuninni. Jafnframt átelur notendaráðið þau vinnubrögð velferðar- og mannréttindaráðs að leita ekki umsagnar og álits notendaráðs í málinu. Ekki síst áður en afgreidd tillaga að hverfa frá upphaflegu samstarfi. Þarna enn og aftur fullyrt að velferðar- og mannréttindaráð hafi verið komið í eitthvað samstarf sem var ekki. Það var verið að kanna grundvöll fyrir samstarfi. Við, allavega meirihluta fulltrúar í ráðinu, við reyndum hvað við gátum að fá lengri frest á undirrituninni, og meðal annars hefðum við getað notað þann frest og þann tíma sem var í rauninni nauðsynlegur til þess að ræða þetta mál. Við hefðum getað notað hann til þess að senda á notendaráðið yfirlýsinguna og óskað eftir því eða allavega gefa þeim tækifæri á að segja sitt álit, og í rauninni
hvort sem það var yfirlýsingin sem að við vildum að yrði skrifuð undir eða yfirlýsingin sem svo var skrifuð undir. Við höfum engan tíma til þess að senda þetta á notendaráðið og því er mjög sérstakt að velferðar- og mannréttindaráð sé átalið fyrir það að gera það sem þau ætlaði einmitt að gera. En eins og ég hef komið inn á oftar en einu sinni að það var engin vilji, allavega kom hann ekki fram, það að gefa okkur tíma til þess að ræða þessi mál okkar á milli og við þá sem að við töldum þá ættu erindi að þeirri umræðu. Æðibunugangurinn, hann var svo mikill þessa 2 daga, eða nánast í bara þennan eina dag. Í stuttu máli, til að útskýra þetta enn og aftur, því að mér hefur fundist að það sé nánast sama hvað ég og formaður velferðar- og mannréttindaráðs útskýrum að það er einhverra hluta vegna aldrei einhvern veginn hægt að hlusta á það eða hvernig þetta í rauninni var. Verkefni sem við stóðum frammi fyrir var skammtímavistun fyrir fötluð börn á Vesturlandi sem átti að verða samstarfsverkefni sveitarfélaga hér á Vesturlandi. Frá okkar hlið, og við vissum ekki annað fyrir en þennan síðasta dag, átti staðsetning úrræðisins ekki að vera ákveðin fyrirfram. Það átti að finna þann stað sem hentaði því úrræði sem að við vildum sjá. Fara í græningar, ræða hvernig fyrirkomulag á að vera, helgarvistun eða starfsemi alla daga vikunar, aðstaða fyrir til dæmis kennslu sem ef þarf, einhver önnur úrræði í sama húsnæði, ekkert rætt. Afþreyingarmöguleikar, samgöngur, ferðamöguleikar mátti ekki ræða, en okkar verkefni sem við vorum að fara í hljóðaði upp á þetta. Og þegar að þessi greiningu hefði legið fyrir, þá var hægt að meta og finna rétt húsnæði eða hreinlega byggja rétt húsnæði á réttum stað. Þetta var samstarfsverkefnið sem við vorum að vinna að og töldum fullvíst að allir væru þar sammála. Korter í undirskrift sem bara mjög brátt að okkur stillt upp með að skrifa undir allt annað en hafði verið rætt í velferðar- og mannréttindaráði. Yfirlýsingin sem við höfum tekið jákvætt í með þeim breytingum sem við óskuðum eftir óbreytt, okkar breytingar og óskir ekki inni og þar með ekki sú yfirlýsing sem við höfum samþykkt. Við báðum breytingar í samræmi við fyrri óskir. Því var neitað, við fengum ekki frest til að ræða nýja stöðu og þar af leiðandi var okkur ómögulegt að skrifa undir. Hinir aðilarnir skrifa undir og það er ekki hægt annað en að taka því þannig að þeir ætli bara í þessa vegferð án okkar.
Við í velferðar- og mannréttindaráði meirihlutanum, við undirstrikum í okkar bókun að við erum áfram tilbúnir í samtali, eða tilbúin, miðað við þær forsendur sem hafði verið rætt í upphafi, umræðu án skilyrða og með það að leiðarljósi að finna bestu lausnina til lengri tíma litið fyrir okkar fólk. Þetta voru okkur mikil vonbrigði að komast ekki á þann stað sem að við héldum að við værum að fara á. Við í velferðar- og mannréttindaráði, reikna ég með öll, erum ennþá opin fyrir því að taka samtalið. Ef að þeir aðilar sem ætluðu með okkur í upphafi koma til okkar, hvort sem þá með einhverja niðurstöðu hollt eða ekki og hver sem hún er, við verðum alltaf tilbúin til þess að tala áfram það verkefni sem að við vorum á leið með. En þar sem að því hefur ekki orðið, þá verðum við hér og þá velferðar- og mannréttindaráðið verður þá bara að koma því á stað og halda því áfram samtalinu sem við höfum verið með uppbyggingu hér á Akranesi á skammtímadvöl. Við höfum rætt oftar en einu sinni áður, farið í þessa vinnu, greinum hver staðan í dag. Við gerðum þetta fyrir nokkrum árum, en því miður tókst okkur ekki þá að komast á stað í framkvæmdir. Finnum stöðun í dag, einbeitum okkur að því að ræða hvernig úrræði við viljum. Viljum við helgarvistun? Það er mikið einfaldara úrræði, vera bara með helgarvistun. Það er ekki það sem að við höfum haft og talað fyrir og höfum metnað fyrir í velferðar- og mannréttindaráði. Við viljum horfa á að við séum með skammtímavistun sem er opin allan sólarhringinn, alla vikuna, alla daga. Þess vegna eigum við að fara í þá vinnu og halda henni bara áfram. Það geta aðrir komið og vilja tala við okkur. Við munum tala við þá, vöndum okkur og setjum á stofn úrræði sem við getum verið stolt af, ekki bara fara í eitthvað verkefni að því að við höldum að það sé eina úrræði sem er í boði. Það er það ekki. Við erum stórt sveitarfélag, við getum fundið leiðir, okkar fólk á það skilið að við vöndum okkur og að það fái þegar að skammtímadvölin rís hér á Akranesi, að það fái okkar fólk það besta sem hægt er að gera í dag. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við ræðum hér fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Lífás á Skarðstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum hér fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs og ég ætla að koma hér upp undir sömu málum og bæjarfulltrúar Kristinn Hallur Sveinsson og bæjarfulltrúi Einar Brandsson.
Ég ætla að byrja á því að hrósa þeim tveimur fyrir þá afsökunarbeiðni sem kom hér upp og sem var borin upp í beinni útsendingu. Það er ekki sjálfgefið að fólk geti viðurkennt mistök og hvað þá að geta beðist afsökunar, þannig að það er bara hattinn ofan. Öðru lagi þá er ég hugsi yfir því af hverju þessi umræða hér, eða af hverju þetta sem við erum að ræða hér, af hverju þetta er ekki á dagskrá bæjarstjórnar. Er ekki eðlilegt að svona stór velferðarmál eins og þetta, eins og þessi viljayfirlýsing, að það komi til umræðu inn í bæjarstjórn. Þarna þetta bara inn í fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það kemur ekki hingað inn, það hefði ekki verið eðlilegra að þessi umræða væri bara tekin hér inni. Þar sem að öll bæjarstjórn fengi að tjá sig þetta, en þarna eru 2 af 9 bæjarfulltrúum sem eru bara að taka ákvörðun fyrir alla bæjarstjórn. Mér finnst það skringileg vinnubrögð. Það hefur lengi verið barist fyrir uppbyggingu skammtímaúrræðis á Akranesi. Það vita allir. Og það er mjög skiljanlegt að það sé ekki ánægð með þessa staðsetningu sem hér er verið að leggja til. En staðreyndin er sú, eins og hefur verið bent á, eitt útilokar ekki annað. Það að við hefum mætt til leiks, skrifað undir viljayfirlýsingu. Tek sterkt til orða viljayfirlýsingu. Það er ekki samningur, þetta er viljayfirlýsing. Að ef við hefðum mætt þar, það útilokar ekki það að sambærilegt úrræði verið tekið hér upp á Akranesi. Og staðreyndin er náttúrulega sú, við erum ekkert að lýsa vilja til samstarfs ef við neitum að mæta. Þær spurningar sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson varpaði hérna upp á hann, við getum ekkert svarað þeim, þau mætum ekki á svæðið til að spyrja spurningana. Og svo vil ég líka árétta, það er ekki rétt að þau hafi ekki viljað tala við okkur. Það er við erum að lýsa yfir að við viljum ekki tala við þau með því að mæta ekki á svæðið. Ef við mæta á svæðið, þá hefðu við getað spurt allar þessar spurninga og tekið fullan þátt í umræðinni. Það að segja bara nei, við skrifum ekki undir út af því að staðsetningin hentar ekki okkur, er bara ábyrgðarlaust að mínu mati. Sú staðreynd að þarna er verið að tala Holt sem væntanlega staðsetningu helgast náttúrulega sjálfsög út af því að Þroskahjálp á Vesturlandi á þetta húsnæði. Og þeir eru að bjóða það í þetta og bjóða sitt fram til að taka það í gegn og gera það þannig úr garði gert að það sé hægt að nýta þetta í það. Væntanlega tekur það styttri tíma heldur en að byggja nýtt húsnæði. Vænti þess. Þannig að, já, maður sjá, eins og áður sagt, þá útilokar ekki eitt annað. Við erum ekki að útiloka uppbyggingu á Akranesi, þó við séum aðilega þessari viljayfirlýsingu. Væri ekki gott að hafa fleiri möguleika? Gæti verið að það sé betra að hafa fleiri en eitt úrræði. Ég tel það víst að það er nú ekki alveg þannig að one size fits all. Þannig að ég held að það væri nú gott að bara eiga fleiri möguleika. En eins og búin að segja áður, við getum ekki verið aðili í samkomulagi sem við neitum að bara taka þátt í. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson ræðir hér grein sem var rituð í Skessuhorni og hún hafi verið efnislega röngsett upp og það. Ég er alveg sammála því. Það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Einar segir. Hún var ekki rétt. En á sama tíma það er ekkert óeðlilegt þó að fjölmiðlar taki til málefni sem koma hér upp í bæjarstjórn og ræði þau. Við sem kjörnir fulltrúar þurfum að vera tilbúin í að taka þessa umræðu. Við getum ekki farið í fílu bara út af því að það er einhver fjölmiðl út í bæ sem fjallar þær ákvarðanir sem við tökum. Við erum kosin af fólki til að taka ákvarðanir og þá þurfum við að geta staðið við þær og rökstudda af hverju við erum að taka þessar umræður. Þannig að það að Skessuhorn sé að ræða þetta og sé að skrifa grein, það er ekkert óeðlilegt. Þetta var reyndar ekki grein, þetta var frétt. Svo á sama tíma þá talað það að það verið að tvinna þetta saman við opinberlega kosti og galla sameiningar. Eina ástæðan fyrir því að bæjarfulltrúinn
Ragnar B. Sæmundsson segir þetta þarna er nú bara til að benda á sko kaldhæðnina í því að þegar við erum á einum vettvangi að ræða kosti og galla sameiningar við eitt samfélag eða samstarf að þá svo þegar kemur á hinn öðrum megin að þá viljum við ekki tala saman. Það var ekkert að flétta inn í það á neinu öðru leyti. Sem bæjarfulltrúar þá verðum við bara að geta tekið því að það sé fjallað okkar ákvarðanir á opinberum vettvangi. Við bara, annars eigum við ekkert að vera í þessu. Og við sem tökum þátt í pólitík, við berum marga hatta. Og það sem er náttúrulega einna erfiðast við þá að vera með allar þessa hatta, það er að vita hvaða hatt maður á að vera með á sér hverju sinni. Bæjarfulltrúar Einar Brandsson gerir mikið úr því að það sé formaður SSVAF sem sé að gagnrýna meirihluta bæjarstjórnar á Akranesi. Þarna er náttúrulega verið að tala við formann SSVAF, jú vissulega, en formaður SSVAF er líka bæjarfulltrúa á Akranesi. Það er ekki verið að tala við hann þarna sem formlegan fulltrúa SSVAF. Og það er kannski bara mjög óheppilegt hjá blaðamanni Skessuhorns að hafa sett það inn þarna á sama tíma. Eða þá bara hann hefði getað tekið það við, eða rætt við einhvern annan á sama tíma. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson er beðinn skoðun. Það er ekki hans að tryggja að frétt Skessuhorns sé sögð frá öllum hliðum. Það hlýtur að vera Skessuhorns sem á að fjalla það og það hlýtur að vera verk blaðamanns en ekki bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur inn á að það sé góð þjónusta á Akranesi sem við getum verið stolt af og það er svo vissulega rétt, algjörlega og við höfum margoft rætt hér hversu góða þjónustu við veitum og við getum verið stolt af því. Þarna höfðum við tækifæri til þess að gera ennþá betur, að vera með úrræði sem við höfðum aðganga að, en erum bara að slá á móti því með því að vilja ekki eins og skrifa undir þessa blessu viljayfirlýsingu. Býtum við. Annars ætla ég nú ekki að hafa þetta eins langort og hjá honum bæjarfulltrúa Einari B. Brandsssyni. Þetta er bara að mínum að þetta er klaufalegt að mæta ekki til staðar og vera með í samtalinu og ég vona bara að við endurskoðum það og tökum þátt af fullum krafti. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líus og Skastað. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Þá getur bæjarfulltrúar aðrir sem okkur hlýða. Ég langar að byrja að þakka varaformanni velferðar- og mannréttindaráðs og bæjarfulltrúa Einari Brandssyni fyrir góða yfirferð og ítarlega á aðdraganda á málinu. Ég langar bara að bregðast við tvennu sem að bæjarfulltrúi Líus og Skastað sagði hún er hugsið yfir einhver máli ekki dagskrá bæjarstjórnar. Ég er líka hugsið yfir því, þetta er eiginlega kjarni málsins, að við hefðum ekki þurft að gera þetta í þessum flýti, við hefðum átt að fá tækifæri til að ræða stærri hóp áður en að þessi viljayfirlýsing kom til undirritunar, en við fengum ekki tækifæri til þess, það er kjarni málsins. Og hún gerir athugasemd við það að bara 2 af 9 bæjarfulltrúum hafi verið að taka ákvörðun fyrir alla bæjarstjórn. En það er sami fjöldi bæjarfulltrúa sem hefði tekið ákvörðun fyrir alla bæjarstjórn ef við höfum samþykkt þessa viljayfirlýsingu. 2. Og 1 varabæjarfulltrúi. Þannig að þú veist, við hefðum alltaf verið í þeirri stöðu að bara 2 bæjarfulltrúar hefðu tekið þessa ákvörðun af því að við náðum ekki og höfðum ekki tíma til þess að ræða máli í stærri hóp. Það er kjarni málsins. Takk fyrir.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Höllu Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka? Já, það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Bæjarfulltrúi Líf Ósar Skarðstad fór hérna, þegar mér sýndist hún hafa farið bara yfir ræðuna mína og verið að reyna að finna einhverja veika punkti í henni. Þar af leiðandi fæ ég alltaf þessa sömu tilfinningu og ég hef fengið og verið með undanfarna daga að mér finnst annarkvort tala ég svona óskýrt eða fólk hlustar ekki á það sem ég segi. Það er mjög sérstakt í sömu ræðunni hér í ræðustól bæjarstjórnar að kvart yfir því að bæjarstjórn fái ekki máli til umræðu þegar við okkur gast ekki einu sinni tími í velferðar- og mannréttindaráði að fá umræðuna. Hvað þá við getum vísað henni hérna inn í bæjarstjórn. Við fengum boð miðjan dag, daginn áður en átt að skrifa undir viljayfirlýsingu að það stæði til. Við óskuðum eftir því að fá að sjá viljayfirlýsinguna. Við fáum að sjá hana upp úr 10:30 daginn eftir, sama dag og á að skrifa undir. Þá kemur bara í ljós að þetta er sömu drögin og við vorum í rauninni búin að hafna hálfum mánuði á undan, eða sirka. Og þegar við óskuðum eftir því að fá að ræða, tala saman það sem til stóð að fara að skrifa undir, þá var okkur bara neitað það. Það var verið að allt annað komið upp á borðið, heldur var búið að tala í vikur og mánuði. Áttu við þá bara að segja já? Sjá svo bara til? Nei. Við verðum sem bæjarfulltrúar, þó okkur langi til þess að gera eitthvað, þá verðum við líka að hugsa að það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði hér í stjórnsýslunni. Það er kvartað yfir því að 2 bæjarfulltrúar sé að taka einhverja ákvörðun fyrir bæjarstjórn. Við vorum ekkert að taka neina ákvörðun. Ákvörðunin sem var í því ferli sem við vorum að fara og vorum að vinna að, það var ekkert svo ákvörðun sem að við stóðum frammi fyrir því að skrifa undir. Það var bara allt annað plagg, það var allt annað sem var verið að tala heldur við vorum búin að ræða í fleiri vikur og mánuði. Þarna áttu að fá 5-6 klukkutíma til að segja já. Og ef við segjum ekki já, þá verðum við ekki með. Við ætlum ekki að ræða við ykkur. Þið fáu ekki tíma til að fara með þetta inn í bæjarstjórn hjá ykkur. Þetta er málið sem þetta snýst Við erum ekkert að ræða í rauninni hvort það eru mörg úrræði, eitthvað útiloki, eitthvað annað. Þetta er ekkert á því leveli. Við erum bara að tala það að við fáum tækifæri til þess að tala saman, ræða málin við þá sem við eigum að ræða við og svo tökum við sameiginlegar ákvarðanir og að sjálfsögðu erum við ekkert alltaf sammála. Þannig er bara lífið, en ég held maður veit ekki hvað maður eiginlega að segja, en þetta ferli sem var í gangi, það að vísu stoppar einhver tíma. Við vitum ekkert hvað kemur út úr þessari könnun sem er í gangi. Það hefði ekkert þurft
og ég hef ekki séð það hversu stór hópur eða hvort það bara sama fólkið og ætla að neyða okkur til þess að skrifa undir sem að fjalla það hvort að Holt henti eða ekki. Og hvernig skammtímavistun ætlum við að hafa í Holti? Ég veit það ekki. Við ætlum og það stóð til að við fengjum tækifæri til að skoða Holt, til að mynda okkur einhverja skoðanir. Það var bara boðið upp á það á sama tíma og átti að fara að skrifa undir eitthvað plagg sem við vorum ekki búin að ræða. Það snýst málið. Annað ekkert í sjálfu sér í þessu. Það ekki búið að stoppa neitt. Við höfum ekki staðið okkur í því að reisa skammtímaúrræði fyrir okkar fólk. Það ákveðið sem við ættum svona að taka þess til okkar. En í guðanna bænum, þegar við förum í samstarf að reisa skammtímadvöl fyrir okkar fólk, þá það eitthvað sem við getum verið hreykin af og til sóma, en ekki svona vinnubrögð. Á þessum 16 árum sem ég hef verið hérna, þá þetta ansi neðarlega á listanum yfir, eða ofalega, eftir hvernig maður lítur á það, listanum yfir það, hvernig ná ekki að vinna. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Mér finnst að standa upp á mig sem forseta bæjarstjórnar að bregðast hérna við ákveðnum atriðum gagnvart sem að varða bara málsmeðferð og ég ætla ekkert að ræða í rauninni málið sjálft en málsmeðferðina verð ég að fá að ávarpa sem forseti bæjarstjórnar. Í fyrsta lagi af hverju málið sem slíkt ekki á dagskrá hér í dag. Bæjarfulltrúarnir Kristinn Hallur Sveinsson og Einar Brandsson hafa í raun og veru farið vel yfir það af hverju það er. Það einfaldlega vegna þess að það enga ákvörðun að taka hjá bæjarstjórn í dag þar sem að undirritunin hefur farið fram, viljayfirlýsingin frágengin og vinnan hafin. Skipið einfaldlega siglt og það bara staðan. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fór vel yfir tímalínuna í málinu, hvernig hlutirnir áttu sér stað og ég verð að segja sem aftur sem forseti bæjarstjórnar að svona geta hlutirnir ekki gengið fyrir sig. Það getur ekki gengið þannig fyrir sig að sveitarfélög séu boðuð til undirritunar á viljayfirlýsingu. Viljayfirlýsingin berist sveitarfélögunum undir hádegi sama dag og bara það leyti sem að fólk væri þá að fara að leggja af stað frá Akranesi upp í Holt til þess að undirrita viljayfirlýsinguna. Svona geta hlutinir ekki gengið fyrir sig. Þetta algjör óvirðing við lýðræðislegt ferli sem að þarf að eiga sér stað til þess að sá starfsmaður sveitarfélagsins sem myndi þó undirrita viljayfirlýsinguna hefði það pólitíska umboð sem nauðsynlegt til þess að geta gert það. Það verður að vera meira svigrúm og meiri tími til þess að málið sem umræðir, hvort sem það þetta mál eða hvað annað, það verður að vera meiri tími en þetta til þess að mál geti fengið lýðræðislega umræðu á í viðkomandi ráði og þá enda hjá bæjarstjórn ef því að skipta. Ég veit ekki hvernig
pólitísks umboðs var aflað í öðrum sveitarfélögum til þess að undirrita þessa viljayfirlýsingu. Og ég veit ekki hvaða fyrirvara þau höfðu til þess að geta gengið frá því. En við höfðum þennan glugga. Viljayfirlýsingin í endanlegu formi barst undir hádegi, samdægurs og undirritun átt að fara fram. Þá kemur í ljós að ekki hefur verið tekið tillit til athugasemda sem að velferðar- og mannréttindaráð Akranessbæjar hafði gert við viljayfirlýsinguna. Hún er óbreytt. Þegar gengið er á eftir svörum af hverju það er eða hvort að ekki að taka tillit til þeirra, þá er svarið nei, það á ekki að taka tillit til athugasemda sem borist höfðu frá Akranessbæjar, þá á að undirrita viljayfirlýsinguna eins og hún er. Og það er bara sprettur. Það eru bara allir á leiðinu upp í Holt að undirrita þessa viljayfirlýsingu. Það er engin tími. Svona ganga hlutin ekki fyrir sig. Svo ég vitni í Björgvin Halldórsson. Svona ganga hlutin ekki fyrir sig. Við verðum að fá meira rými en þetta til lýðræðislegrar umræðu. Og vegna þess að við fengum það ekki, þá er þetta skip bara siglt. Við erum ekki aðilar að viljayfirlýsingunni og það er ekkert sem við getum gert í dag að mínu mati á fundi bæjarstjórnar til þess að breyta því. En við getum hins vegar fylgst með vinnunni og það getur vel verið að þegar þessari vinnu lýkur að þá opnist einhverjar dyr til þess að við getum í framtíðinni átt möguleika á því að börn hér á Akranesi hafi möguleika á því að nýta þessa aðstöðu. Sá gluggi er ekkert lokaður. En þetta er bara ástæðan fyrir því að við erum þar sem við erum í dag með þetta mál og ég bara ítreka það að lýðræðið tekur tíma og lýðræðisleg umræða, pólitísk umræða, hún þarf að fá þann tíma sem hún þarf. Og ég er bara ekki ánægður með það að í þessu máli skildum við ekki hafa fengið meira svigrúm en raunin var. Þar með lýk ég máli mínu og gef orðið laust og það er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar Ari Hlíða.